Þá það 6. liður samstarf sveitarfélaga í Eyjafirði. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason ykkur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta nú kannski eilítið villandi heiti á umræðuefninu því að mér að kenna sjálfsagt að þetta nær nú til umfjöllunar samstarf sveitarfélaga vestur yfir Tröllaskaga og austur yfir Vaðlaheiði. En það er annað mál. Það sem ég langaði til að fjalla hérna er upplifi mín af fjölmörgum ráðstefnum og fundum sem ég hef verið að sækja á undanförnum vikum og mánuðum núna á haustmánuðum og fleiri bæjarfulltrúar hér hafa setið með mér. Og mér langaði til að færa aðeins ákveðna þætti þeirrar umræðu hér inn á vettvang bæjarstjórnar því ég held þetta skipta okkur máli. Sem bæjarfulltrúi á Akureyri þá hef ég sótt fjöldan allan af fundum og ráðstefnum atvinnumál og ýmsum toga. Nýverið sat ég kynningafundum vegvísi ferðaþjónustu þar sem samtök ferðaþjónustunnar ásamt ríkinu hafa tekið höndum saman stefnumótun í ferðaþjónustu á Íslandi til lengri tíma með áherslu á sjálfbærni. Þá sat ég nýverið haustfund atvinnuþróunarfélagsins þar sem fjallað var ferðaþjónustu í Eyjafirði frá nokkrum hliðum. Þar var velt upp mörgum spennandi möguleikum, stórum sem smáum. Sumar hugmyndirnar sem þar voru viðraðar reyndar svo stórar að það geti tekið hálfan til heila mannsaldur að verða veruleika. Þessi umræða hefur vakið hjá mér pælingar það hvað við sem bæjarfulltrúar á Akureyri í samstarfi annað sveitarstjórnarfólk í Eyjafirði og öðru nágranna sveitarfélögum beggja vegna Eyjafjarðar getum gert til að ýta undir og auðvelda enn frekari uppbyggingu ferðaþjónustunnar og hvað þarf að hafa í huga við þá vinnu. Ferðamönnum hefur fjölgað mjög mikið og gjaldeyristekjur af ferðaþjónustu hafa aukist verulega og eru taldar með nema 350 milljörðum króna árið 2015. Áætlað að þær geti numið yfir 620 milljörðum árið 2020. Það hefur hins vegar komið víða fram að þessi aukning að mestu leyti á suðvestur hluta landsins og Suðurlandi eða Eyjafjöllum. Hennar gætir í minna mæli í öðrum landshlutum, svo sem Norðurlandi. En nú tækifæri þegar samþykkt hefur verið að hefja beint millilandaflug til Akureyrar. En þá Norðurland tilbúið til að taka við auknu ferðamannastraumi? Örugglega mörgu leyti, en ekki endilega öllu. Hér margt að sjá og gera, en miðað við það sem fólk í greininni heldur fram, þarf að fjölga afþreyingarkostum. Á Norðurlandi fjöldi náttúruperla, stuttar vegalundir og innviði styrkari en margir halda. Tækifærin því mörg og fleiri en margur heldur, en bent hefur verið á að það má fjölga manngerðum viðkomusnöðu ferðamanna í þorpum og bæjum til dæmis. Það má gera með samvinnu við fyrirtæki sem hafa upp á margt forvitnilegt að bjóða. Í Eyjafirði mikil matvælaframleiðsla sem kynna má betur og skipulegar með því að bjóða upp á aðstöðu til að taka á móti ferðamönnum í skipulegum ferðum. Með slíkum manngerðum viðkomustöðum má draga úr ágangi á náttúru og vinsæla ferðamannastaði. Ferðaþjónustan að mörgu leyti ólík öðrum atvinnugreinum og sérstaklega með tilliti til þess hvernig fjölgun ferðamanna snertir íbúa á hverju svæði. Það þarf að huga þolmörkum íbúa í hverju samfélagi fyrir sig, jákvæð upplifun ferðamannsins byggir á viðmóti íbúana og þeirra sem sinna þjónustu við þá. Gesturisni skiptir því miklu máli. Hún ekki sjálfsögð en nauðsynleg ef umfjöllun á að vera jákvæð. Það þarf því að huga því að setja mörk svo álagi verði hvorki mikið á náttúruna eða þjónustuna. Hvaða mörk á að setja og verður umdeilanlegt, en það ætti að vera öllum ljóst að landi tekur ekki við ótakmörkuðum fjölda ferðamanna.
Það hefur verið bent á að það þurfi að ná hingað fleiri ferðamenn sem skilja meira eftir sig í samfélaginu. Þá hefur verið að horfa til ferðamanna sem dvelja að minnsta kosti í nokkra nætur og kaupa afþreyingu af einhverju tagi. Þá er nauðsynlegt að til staðar séu möguleikar á svæðinu sem freista slíkra ferðamanna. Frumkvöðlar í ferðamennsku í Eyjafirði hafa bent á Tröllaskagann og Huldulandi svo kallað, skagann á milli Eyjafjarðar og Skjálfanda, sem ónýttar auðlindir. Þá er verið að horfa til fjallaferðamennsku eins og hún þekkist erlendis. Byltingin er þegar hafin í vetrarfjallaferðamennskunni á nyrsta hluta Tröllaskagans. Stóru hugmyndirnar sem fram hafa komið snúast að koma svo kallaðri Háteroute of the Trolls sem yrði 90 km leið frá Akureyri sem upphafstað og norður allan skagann yfir fjöll og dali. Leið varðaðan skálum fyrir ferðalangana þar sem þeim býðst gisting og allt annað allæti, vetur sem sumar. Ef af yrði hér mikla fjárfestingu að ræða sem taki langan tíma að ljúka framkvæmdi við að fullu. Þá yrði ekki farið í slíkt verkefni nema að gera það í góðri sátt við íbúa og umhverfið. Nærgætni og virðing við náttúruna verður að vera lykilatriði og því þarf að ákveða hvernig á að stýra aðgengi inn á svæðið. Eins og fram hefur komið kallast slíkar hugmyndir á gríðarlega fjárfestingu og aðila sem væru tilbúnir að fjárfesta í verkefni sem þessu. Fram hefur komið greiningum á eyfirska efnahagssvæðinu svo kallaða að eigið fyrirtæki og einstaklinga Eyjafirði mjög mikið og má því velta þeirri hugsun upp hvort ekki sé hér á ferðinni tækifæri fyrir þá aðila að byggja upp sterka innviði í heimahéraði. Til þess að slíkt geti orðið að veruleika þarf að ryðja veginn. Því það ekki nóg að fá hugmyndir. Þær þurfa að vera framkvæmanlegar og fyrsta skrefið í því ferli hlýtur að vera að sveitarstjórnir á svæðinu myndi með sér samstarfshóp sem hefur það hlutverk að samræma sjónarmið og efla samstarfi skipulagsmálum svo hugsanlega framkvæmdir geti orðið að veruleika. Þá mikilvægt að slíkur hópur hvetji fyrirtæki og einkaaðila til samstarfs á sviði ferðaþjónustu ásamt því að mynda sameiginlegan þrýstihóp fyrir auknum framkvæmdum og þjónustu á svæðinu til eflingar ferðaþjónustu. Nægir hér að nefna að ekki enn komin heilsársvegur að Dettifossi vatnsmesta vatnsfalli Evrópu og þar að auki leiðin þangað ekki rudd nema hugsanlega einu sinni á ári að vetrarlagi, það á vorin, eftir því sem fram hefur komið. Þetta eitt lítið dæmi en þó risastórt í samhengi ferðaþjónustuna sem koma þar lagi á. Það verður ekki gert nema með samstöðum aðgerðir til langs tíma og þar gegna sveitarfélögin og svæðinu mjög stóru hlutverki. Það því mikilvægt að Akureyrarbær sem stærsta sveitarfélag á svæðinu gangi fram fyrir skjöldu í svefni og hafi til dæmis forgöngum að hefja sem fyrst vinnu við langtímaáætlun sem horft til 25-50 ár fram í tímann. Þar verði verkefni og forgangsraða og þrýsta úrbætur af hálfu ríkisins ásamt því sem samkomulag verði framkvæmdir á vegum sveitarfélaganna sjálfra og fjármögnun á þeim. En það ekki þar með sagt að ekkert hafi verið gert í þessum málum og má nefna það að í vegvísi fyrir ferðaþjónustu sem að gefin hefur verið út á hálfu samtaka ferðaþjónustu aðila og ríkisins og sveitarfélaga til dæmis nefnt að til standi að fara í stefnumótandi stjórnunaráætlun fyrir ferðaþjónustu sem verði til í hverjum landshluta og þá meðal annars horft til Norðurlands sem eins landshluta eftir því sem Arnheiður Jóhannsdóttir segir mér á markaðsstofu Norðurlands. Þar mikilvægi ferðaþjónustuna sem grunnstoðar atvinnulífs og byggðaþróunar staðfest meðal annars með samhæfingu og eflingu stoðkerfa ferðaþjónustunnar á landið og starfsemi stýrt í hverju landshluta. Þetta svokallað á ensku máli aðferðafræði sem kallast Destination Management Plan. Þetta verkefni sem að til stendur að fara í að hálfu markaðsstofunnar og ég vil einnig nefna að í sóknaráætlun fyrir Norðurland eystra á vegum Eyþings kemur fram á blaðsíðu 6 með leyfi forseta
veik sameiginleg stefnumótun fyrir landshlutann. Á fundi sem haldnir hafa verið til undirbúnings sóknaráætlana hefur mikið verið kallað eftir auknu samstarfi milli sveitarfélaganna á svæðinu. Einnig hefur verið bent á að stefnumótun fyrir landshlutann í heild sé ekki nægilega sterk. Það skýrist að hluta þeirri tilhneigingu að líta á landshlutann sem 2 aðskilin svæði, Eyjafjörð og Þingeyjarsýslur. Vænta má aukins samstarfs á milli svæðanna tveggja með tilkomu Vaðlaheiðarganga, þá gæti verið gagnlegt að fara í ítarlegri sameiginlega stefnumótun til að mynda með gerð svæðisskipulags fyrir landshlutann, ekki síst í ferðaþjónustu. Og eitt af hagsmunamálunum sem nefnd eru hérna að kortleggja þar á auðlindir í ferðaþjónustu og þörf fyrir uppbyggingu ferðamannastaða og nefnd að enn meiri kraft þurfa að setja í markastarf landshlutans og aukin áhersla að verða á samvinnu sveitarfélaga og ferðaþjónustuaðila í landshlutann. Hér eru sveitarfélögin og ríkið ásamt sveitarfélögunum og hagsmunaaðilunum búin að nefna þessa þætti sem ég nefndi í mínu innleggi og ég eftir samtal við aðila sem þessu tengjast vil bara hvetja okkur sveitarstjórnarmenn á Akureyri til þess að hafa bara ákveðið frumkvæði í máli. Ekki vera að bíða eftir að við fáum einhverja tilkynningu sunnan það að nú skulum við setjast niður og gera eitthvað í málunum. Eyþingur búið að setja sér ákveðna línu hvað þetta varðar og ég geri bara fastlega ráð fyrir því að sú lína verði tekin á henni fylgd og ég vonast náttúrulega bara til þess að framkvæmd verði á þeirri línu, þar sé að við munum fara í þessa vinnu, en ég legg áherslu á það að ég tel að við þurfum að taka Skagafjörð og Akureyrar inn í þessa vinnu með tilliti til Tröllaskagans. Þá sagði Arnheiður Jóhanns mér það í dag, framkvæmdastjóri Markaðsstofu Norðurlands, að Markaðsstofan og Hlíðarfjall hefði fengið styrk upp á 1,4 milljónir króna til að kortleggja hugsanlega gönguleið Tröllaskaga frá Akureyri yfir í Skagafjörðinn og aftur tilbaka. Þetta náttúrulega bara hið mesta fagnaðarefni og gæti verið bara gott innlegg í þessa umræðu, en það alveg ljóst að Akureyri á mjög lítið landsvæði og landlítið sveitarfélag og þetta byggist á því að við náum góðri samstöðu það hvernig við viljum horfa til framtíðar á nýtingu þessa svæðis. Til þess þarf að setjast niður og marka sér stefnu og hugsanlega móta skipulagstillögur og samþykkja skipulag sem gefur aðilum tækifæri til að taka til höndum hvað þetta varðar. Ég vona svo að við náum að ræða þessi mál eitthvað hérna áfram og ég geri fastlega ráð fyrir því að fleiri hafi skoðanir á þessum málum, en mér finnst mikilvægt að við förum að huga þessu fyrr en seinna. Takk fyrir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka fyrir að hér sé vakin athygli á þessu mikilvæga máli og ég get tekið undir margt af því sem bæjarfulltrúi Gunnar kemur inn á. Það mér náttúrulega bæði ljúft og skylt að tilkynna það sem formaður Eyþings að þá höfum við nú þegar stigið skref til þess að hefja þá vinnu sem hér var komið inn á, það að segja að undirbúa svæðisskipulag fyrir Eyþingssvæðið. Það verður gert með formlegum hætti úr átaksverkefnum væntanlega næsta haust og ég gerir ráð fyrir að við getum varið talsverðum peningum í það, enda þetta dýrt og stórt verk og við þurfum alveg örugglega að atbeina sveitarfélaga frekari en að því. Nú svona skipulag á margan hátt mjög mikilvægt eins og komið hérna inn á. Það þarf auðvitað að stýra ferðamannastraumnum. Við þurfum að reyna að skilgreina með hvaða hætti við viljum byggja hann upp. Við erum að reyna að vernda náttúruna og við viljum byggja á sjálfbærni. Þar sem ég held að lykilorðin eigi að vera gæði og varanleiki. Og ég satt að segja vara við uppbyggingum sem byggir fyrst og fremst
á gróðasjónarmiðinu og veikri mynt. Við þekkjum auðvitað mörg lönd sem að hafa glímt við hryllilegar afleiðingar þess, massatúrismans svokallaða. Við höfum hins vegar forsendur til þess að byggja okkar upp á allt annan hátt og það hægt að horfa meðal annars til frænda okkar Normanna sem að hafa þrátt fyrir, til skamms tíma allavega, hágengismynt, náð að laða til sín mikið af ferðamönnum sem hafa sterka kaupgetu með því að leggja áherslu á vandaða hluti og leyfa ekki hvað sem er. Ég get hins vegar alveg fallist á það að það væri auðvitað synd að marka skipulag á Eyþingssvæðinu án þess að horfa vestur yfir. Tröllaskaginn alveg án efa mjög dýrmæt náttúruperla og líkleg til þess að geta dregið af ferðamenn sem að vilja komast í mjög sérstakar aðstæður. Og við höfum séð að það uppbygging á þessu svæði sem að gefur alveg tilefni til þess að menn séu tilbúin til þess að eyða í það töluverðum peningum. Þess vegna mun ég sem formaður Eyþings alveg örugglega hafa samband við samtök sveitarfélaga á Norðvesturlandi og spurja hvort að þau hafi áhuga á því að fara í þessa vinnu hjá sér samhliða og við getum svo einhvern veginn tengt okkur saman og með því vinstöðu það að við erum þá búin að ná sem sagt utan það sem markaðssvæði og áhrifasvæði markaðsskrifstofa Norðurlands. Því eins og allir hér vita þá starfar markaðsskrifstofa Norðurlands frá Borðeyri að Bakkafirði á meðan að Eyþing nær frá Siglufirði og austur á Langanes. Það hins vegar ekki þannig að Akureyrarbær hafi sitið með hendur í skauti þegar kemur að ferðamálum. Við veitum gríðarlegum peningum í þetta og svona gróft talið saman þá sýnist mér að við séum að eyða í þetta kannski 80 til 100 milljónir á ári. Við erum að verja peningum í auðvitað Akureyrarstofu sem að sinnir markaðs- og ferðamálum, atvinnumálanefnd sem að gerir það líka með ákveðnum hætti. Við greiðum talsverða peninga inn í Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar, síðan önnur sveitarfélög sem greiða inn í Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga. Nú við borgum töluvert inn í markaðsskrifstofu Norðurlands og loks erum við með fastan samning upp á 6 milljónur á ári minna mig frekar en 9 við flugklassan R66 markaðssetningu Akureyrar sem millilandaflugvallar sem alveg gríðarlega mikilvægt verkefni. Þannig að nægir eru peningarnir í rauninni sem veitt í þetta, kannski ekki nægir segi ég, en þeir eru miklir og það sem að ég sé kannski helst sóknarfæri núna hjá okkur í þessari stöðu, það með einhverjum hætti að samhæfa þessi apparöt öll til þess að gera þeim kleift að nýta peningana betur. Ég veit að mörg af þeim vinna ágætlega saman. Ég veit að það eru mjög skýr skil og skörp skil á milli verkefna markaðsskrifstofunnar annars vegar og Akureyrarstofu hins vegar til dæmis. En ég hef líka orðið var við það, að því að ég hef komið við á einhverjum af þessum ráðstefnum sem Gunnar nefndi hérna áðan líka og tekið eftir að menn eru gjarnan að róa á sömu miðin. Menn eru gjarnan að vinna kannski í sömu verkefnum. Það ekki skrítið. Það vilja auðvitað allir vera að vinna í ferðamálum í dag vegna þess að hlutirnir gerast hratt og örugglega og það hægt að sýna árangum með mjög skömmum hætti. Það hins vegar ekki þar með sagt að þetta sé besta nýting á fjármunum. Ég hefði sagt að í lengri framtíð, í styttri framtíð fyrirgefið, ættum við kannski að sjá þessa aðila alla vinna kannski á sama stað, í grennd við hvern annan, taka upp eitthvað formlegt samráð með 2 vikna millibili eða mánaða millibili. En til lengri framtíðar þá sé ég alveg fyrir mér að eitthvað af þessum stóðapparötum okkar renni saman. Þannig að við getum séð einn stóran og sterkan vinnustaf með vel menntuð og hæfu fólki sem að getur glímt við þetta gríðarlega mikið á verkefni í stað fyrir að sjá kannski 3-4 vera að svamla svona tiltölulega grunnt undir yfirborðinu, ekki vegna þess að menn geta ekki meira, heldur vegna þess að menn hafa ekki meiri peninga. Þannig að við skulum ekki endilega gera lítið úr okkar hlut
og okkar frumkvæði þegar kemur að ferðamannamálum og markaðsmálum, en við getum hins vegar alveg örugglega fundið leið til að nýta peningana betur þannig að við getum byggt hér upp gæða ferðamennsku sem að tryggir bara fjölbreyttari og betri lífsskilyrði fyrir okkur Norrlendinga. Já, það var nú ekki meira en það. Takk. Og ég maður Einarsson bæjarfulltrúi lokið málinu, næst tekur til máls Margrét Kristín Helgadóttir bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Gunnari Gíslasyni fyrir að vekja máls á þessu og koma hérna með greinargóða ræðu. Ég get í rauninni alveg tekið undir bara flest af því sem að komið hefur fram, bæði hjá bæjarfulltrúa Gunnari og bæjarfulltrúa Logamá. Og ég hugsa að við séum nokkurn veginn öll á sömu skoðun hvað þetta varðar. Að ég líka bara samstaða í síni víðtækustu mynd bara svo fallegt hugtak. Við hljótum öll einhvern veginn að vilja keppast að því. Mér dettur í hug bara þegar ég var að hlusta á okkur tala að eins og ég hef nefnt áður hér í ræðustól að þá upplifi ég það svo oft að við erum einhvern veginn, við erum alltaf að bregðast við einhverju. Það oft vöntun á því að við séum skrefinu á undan, að við séum með eitthvað fyrirfram ákveðið plan og ekki það að við séum að gera það af einhverju í ílsku eða öðru. Það einhvern veginn, við erum bara svo oft í þessari viðbragðsstöðu að það kemur eitt hvalaskoðunarskip og það þarf að finna fyrir það einhverja lóð eða einhverja aðstöðu eða eitthvað slíkt. Svo kemur annað og þá þarf að finna einhverja aðra lóð eða aðstöðu eða eitthvað fyrir slíkt. Svo kemur jafnvel þriðja, fjórða, fimmta í stað þess að einmitt að við séum bara fyrirfram tilbúin með einhver ákveðin svæði með skilgreinda starfsemi. Auðvitað það ekki hægt fyrir allt en þið skiljið hugmyndina. Og einmitt bara eins og mér fannst bæjarfulltrúi Gunnar koma inn á að það svo mikilvægt að við horfum fram í tíman, að við hugsum út fyrir okkar kjörtímabil og að við séum ekki að keppast við að hámarka endilega í dag, að við séum ekki að græða mest í dag eða gera mest í dag einhvern veginn. Við þurfum að hugsa þetta til lengri tíma og í rauninni miðað við hvað landið í rauninni lítið og miðað við hvað við erum í rauninni fá, að þá náttúrulega í rauninni bara algjör fyrra að við séum að keppa okkar á milli sveitarfélögin ferðamenn, að við séum í rauninni ekki skipulögð bara yfir heildina hvernig hver gerir hvað best, ef svo má orði komast. En ég alveg sammála því, bæjarfulltrúi Logamár kom ágætlega inn á það að við erum með einingar sem að vinna í þessum málum í dag. Má það nefna eins og Atvinnuþróunarfélagið og Markaðsstofu Norðurlands og þetta kannski ekki alveg nákvæmlega það sem að bæjarfulltrúi Gunnar að tala en mér dettur í hug bara dæmi eins og með samstarfið með fjöllin í nágranna sveitarfélögum. Þú getur farið í keyptir svona passa á skíðafæri í mismunandi sveitarfélögum. Það til dæmis svona samstarfsverkefni sem mér finnst ótrúlega flott hugmynd og svo má líka nefna eins og sama svo hvernig verkefni síðan fór á endanum með verkefnið uppbyggingu ferðaþjónustu á Grímsstöðum og Fjöllum, að þar var í rauninni Atvinnuþróunarfélag Akureyrar, Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga ásamt fleiri sveitarfélögum sem komu að því verkefni og þrátt fyrir eins og ég segi, þrátt fyrir að verkefni hafi ekki orðið að veruleika þá held ég að samstarfi hafi verið bara mjög fínt. Þannig að það hægt að líta til þess. En bara góð umræða og takk fyrir. Margrét Kristín Helgadóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu, næst tekur til máls Ingibjörg Ólafur Ísaksen bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég get líkt og bæjarfulltrúi Margrét Kristín tekið undir það sem hefur verið sagt fyrr. En svo komið að vegna búsetuþróunar á landinu og sameiningar sveitarfélaga orðnar til að minnsta kosti 2 gerðir sveitarfélaga. Annars vegar að ræða stór og burðug sveitarfélög sem geta veitt alla þá þjónustu sem ætlast til af sveitarfélögum í dag.
Hins vegar mörg sveitarfélög það fámenn að þau geta tæplega eða ekki veitt einu óstudd þá þjónustu sem löggjafinn ætlast til að sveitarfélögum. Samvinna sveitarfélaga ýmis málefni hefur í gegnum tíðina verið leið til að veita íbúum smærri sveitarfélaga aðgang að sambærilegri þjónustu og íbúum þeirra stærri. Samstarf sveitarfélaga sem nær yfir stór landsvæði í öðrum landshlutum í auknum mæli að færast á sameiginlegan vettvang þar sem atvinnumál, atvinnuþróun og hagsmunagæsla til staðar. Í könnun sem Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri gerði árið 2007 sem Hjalti Jóhannesson, Valtýr Sigurbjarnarson og Ögmundur Knútsson unnu, kom fram að mikill meirihluti svarenda, þar sem sveitarstjórnarmenn á Eyjafjarðarsvæðinu voru spurðir, voru sammála því að auka mætti samvinnu í Eyjafirði. Og nær allir voru sammála því að mikilvægt væri að hafa samráðsvettvang sveitarfélaga í firðinum og ég ekkert svo viss að þetta hlutfall sé eitthvað minna í dag. Því mikilvægt að tryggt sé að í Eyjafirði sé til staðar öflugur samráðsvettvangur og hagsmunagæsla fyrir svæðið í heild. Eyjafjörður eitt menningar- og þjónustusvæði og að mestu leyti eitt atvinnusvæði. Byggðarlögin eru svo samofin að utanaðkomandi aðilar eiga erfitt með að átta sig á því hvernig svæðinu skipt upp í mismunandi stjórnsýslueiningar. Því má telja rökrétt að sveitarfélög vinni saman að því að veita þjónustu við íbúana þrátt fyrir ekki sé endilega mælt fyrir svo í lögum og reglugerðum. En Akureyrarbær þátttakandi í ýmsum samstarfsverkefnum og svona til upplýsinga fyrir íbúabæjarins sem við erum vonandi að horfa hérna núna að Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar til dæmis eitt af þeim verkefnum en því ætlað að vera leiðandi afl í uppbyggingu atvinnu á Eyjafjarðarsvæðinu með það markmið að fjölga atvinnutækifærum á svæðinu og auka fjölbreytileika þeirra starfa sem í boði og efla Eyjafjörð sem eitt atvinnusvæði. Svo það Eyþing en hlutverk þess að efla samvinnu sveitarfélaga í landshlutunum, gæta hagsmuna þeirra, styrkja byggð og landshlutunum öllum, atvinnulega, félagslega og menningarlega. Og ég vil taka undir hérna orð bæjarfulltrúa Logamás áðan og fagna því að Eyþing að undirbúa svæðisskipulag á svæði Eyþings sem eru frábæra fréttir. Síðan það markaðsskrifstofa Norðurlands sem samstarfsvettvangur Norðurlands í ferðamálum og vinnur að samræmingu markaðs- og kynningamál í ferðaþjónustu fyrir Norðurland, fyrir ferðaþjónustu fyrirtæki og sveitarfélög á Norðurlandi, gagnvart innlendum og erlendum ferðamönnum. En þess ber að geta helsta hlutverk markaðsskrifstofunnar að stuðla að auknu samstarfi ferðaþjónustu og sveitarfélaga í landshlutunum í þeim tilgangi að fjölga ferðamönnum á svæðinu og lengja dvöl þeirra. Ég tel afar mikilvægt að þessir aðilar eigi gott samstarf og nýti mannauð síns og heildin fá að njóta afrakstursins og get tekið heilshugar undir hugmyndir Logamás bæjarfulltrúa að hluti þessara samtaka renni saman í framtíðinni jafnvel. En þar sem ég tengist íþróttamálum vil ég aðeins fara inn á samstarf á þeim slóðum. En samstarfi milli Hlíðarfjalls og skíðasvæðanna vestan Eyjafjarðar, það Dalvíkur, Ólafsfjarðar, Siglufjarðar og Sauðárkróks. Með hverju vetrarkorti sem keypt í Hlíðarfjalli fylgir Norðurlandskort með sem veitir handhöfum 2 daga lyftumiða og ofantöldum skíðasvæðum. En einnig hefur samvinnan færst utan landsteinanna en í vetur gilda vetrarkort í Hlíðarfjalli einnig í 3 daga á skíðasvæðinu Winter Park í Colorado. En samkomulag þetta liður í að auka tengsl Akureyrar og Denver sem hafa gert með sér vinabæjarsamband. Hægt að skipuleggja meira samstarf milli sveitarfélaga tengda íþróttaaðstöðu en við búum yfir fjölbreyttum íþróttamannvirkjum hér í bæ og möguleikarnir eru margir. Norðurland land vetrarævintýra og býður upp á fjölbreytta möguleika fyrir þá sem vilja slaka á og njóta útivistar en þar ættu allir að finna eitthvað í sitt hæfi. Þá skiptir ekki máli hvort að ferðamennsku í gegnum vetraíþróttir eða tengda íþróttahreyfingunni, en töluverð aukning í æfinga- og keppnisferðum til landsins og þarna liggja tækifæri til að samnýta fjárfestingar og mannauð. Vetratengt ferðamennska að verða sífellt vinsælli. Fólk sækist í norðurljósin, myrkrið og svo vinsælt að skella sér á fjallaskíði og má það nefna Tröllaskagan og Huldulandi sem hefur verið rætt hér áður, svo kallaða en það eru risastórar auðlindir. En við búum einnig svo vel að í menningamálum að það má segja að nánast hverja einustu helgi sé skipulögð einhvers konar dagskrá yfir allt árið hér á Akureyri. En form samvinnu í ferðaþjónustu getur því verið með ýmsum hætti, en þú þarf alltaf að huga því hvernig undirbúa skal samstarfið, reka það og meta árangurinn.
Mikilvægt að huga að stóru myndinni. Hverju viljum við ná fram? Hvernig ferðamenn viljum við fá hingað og á hvaða árstíma? Og svo má áfram telja. En þegar þessum spurningum svarað hægt að skipuleggja samstarfið og með hvaða hætti við sjáum það fyrir okkur. Takk. Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu, orðið laust. Lund Einarsdóttir bæjarfulltrúi við orðið. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Þetta mjög skemmtileg umræða og þörf og ég vilja þakka bæjarfulltrúa Gunnar Gíslasyni fyrir að koma með málið á dagskrá. Ég held við sem að gera rosa margt gott eins og komið hefur hér fram í ferðamálum en alltaf má gera gott betra. Ég sjálf nýkomin inn í pólitíkina, myndi ég segja, en þegar ég áður en ég fór af stað fór ég svona aðeins að kynna mér málin hverju var að gera og þá strax tók ég eftir því að mér finnst og fannst svolítið óskýr mörkin hjá þessum aðilum sem að vinna í atvinnumálum eða í ferðaþjónustu og því finnst mér við þurfum að bæta svolítið úr þar. Mér finnst bara svo maður sé bara ópinskár með hlutina, mér finnst stundum vera að stíga á tær hjá hverjum öðrum. Þannig að þetta er bara eitthvað sem við þurfum að laga. Þannig að ég óskaði eftir því innan Eyþings að Eyþing hefði bara yrði í forsvari við það að koma þessum hópum saman og ræða bara hvernig við getum bara bætt úr þessu og eins og Logi kemur inn á, kom inn á þann að nýta fjármagnu og mannaðum betur og þessu var vel tekið af formanni og stefnt að því í janúar líklega að hafa dag þar sem að við munum fara yfir þessi mál. Þannig að ég til það bara vera fyrsta skrefið í því að við hittumst öll saman. Ég veit alveg að samvinnan er góð milli aðila og allt svoleiðis, en ég held að við getum gert enn betur. Eins höfum við komið inn á það hér áður og ég vil bara ítreka það að ég tel afar mikilvægt að við reynum að koma þessum aðilum undir sama þak. Ég held að geti skipt gríðarlega miklu máli í því að nýta tíma og krafta betur og hvort sem við tökum þá allt undir eða allavega meira heldur en í dag eins og til dæmis atvinnumálafulltrúan og Akureyrarstofu, við setjum það allavega saman og hugsanlega allt annað með eins og Eyþing og AFE og markastofuna. En mér langaði líka aðeins að koma inn á að því að það var ekki nefnt hér áður að innan Akureyrarstofu er náttúrulega verið að vinna að ferðamálastofnun fyrir bæinn og ég sit í þeirri nefnd og ég er bara mjög spennt að sjá afraksturinn úr því. Þannig að ég vona að það verði fyrir en seinna. En annars vil ég bara þakka góða og þarfa umræðu hér í dag. Sigurður Jóhannesson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil líka byrja á að þakka Gunnari fyrir að opna þessa umræðu. Ég held, eins og hefur komið fram hérna, að þessi samtök sveitarfélagana á öllum sviðum, hvort það er atvinnuþróunarfélagi, Eyþing eða markaðsskrifstofan sé að vinna bara mjög fínt starf og séu öll að reyna að hámarka nýtingu á sínum fé þó að það getur vel verið að það skarist á einhver leyti. Aftur á móti ferðaþjónustu fyrirtæki, þau finna sér alltaf leiðir og án þess að sveitarfélögin séu kannski skipuleggjaði fyrir þau. Þetta væri það kannski óðurlegt. Og það hefur nefnilega opnast þessi góða hringtenging í dag frá Eyjafirði yfir í Skagafjörð og það er svona eins og þessum ráðstefnum sem við kannski mörg hver vorum á að það er óskastaða fyrir ferðaþjónustu fyrirtæki að geta farið og skipulagt ferðir í svona hringi, að vera ekki að fara fram og tilbaka og þannig að fyrirtæki hér og fyrirtæki í Skagafirði geta verið að fara þennan fína hring á þá þar að segja þeir sem fara landleiðina í gegnum Héðinsfjörð og Siglufjörð
Þannig að þetta leiðir örugglega óhjákvæmilega til þess að samstarfið verður meira. Og því leyti held ég að það væri samt gott fyrir sveitarfélögin að hjálpa til, hefja formlegra samstarf til þess að stuðla að betri þátttöku og nýtingu í þessum iðnaði. Því að eins og við vitum, það er verið að byggja víða hótel hér í kringum okkur, þó sé ekki verið að byggja hótel á Akureyri. Og ferðamennir vonandi eiga eftir að gista á þessum hótelum og gististöðum. Og við njótum góðs af því, þó að þeir gisti annars staðar, þeir eiga eftir að koma til Akureyrar. Og einfallega vegna þess að Akureyri er stærsti staðurinn, þetta er bær sem fólk stoppar í, hvort sem það hefði vitað af honum þegar kom á svæðið eða kom til Íslands. Þjóðarleiðin liggur hér í gegn. Kannski gegnum tíðina hefur samstarf sveitarfélagana á Norðurlandi svolítið markast af þessum kjördæmamörkum sem hafa verið í Tröllaskaga. Og við erum þar að lenda alltaf í meira samstarfi og kannski sögulega í meira samstarfi við Þingeyjarsýslurnar heldur yfir í Skagafjörð. Og kannski landið þar sem allar leiðir liggja til Rómar, sem var sagt, sækja kannski íbúar á Norðurlandi vestra og sveitarstjórnar menn þar meira til náttúrulega heldur en að vera að beina samstarfi hingað, þó að sé styttra að fara hérna á milli. Þannig ég held að þetta sé bara nauðsynlegt að hafa samstarf við þessi sveitarfélög, sérstaklega í Skagafirði og Fljótum. Þetta eru 2 sveitarfélög þar og hérna hvort sem þið formlega eða óformlega. Að því að var minnst á að við erum alltaf að horfa svolítið stutt fram í tíma, þá dettur mér í hug að fyrir nokkrum árum, 1,5 áratug eða allavega rúmlega áratug, þá að fara hér í gegnum mörkun á stöðum fyrir stóriðju. Og það voru nokkur staðir sem kom til greina, það var meðal annars í Eyjafirði og ég held að það hafi verið einn í Skagafirði og jafnvel út á Skaga, eða rétt á Skagaströnd, og síðan Bakki. Og ég held að það náðust ágætis sátt á sveitarstjórnarstiginu eftir greiningu og vinnu í því að stefna að slík starfsemi færi á svæði við Bakka, sem var næst orkuöfluninni og er náttúrulega komin í gangi í dag. Þannig að þar horfði stjórnsýslan svolítið fram í tímann og það var hægt að reyna að laða fyrirtæki á alla þeirra staði á sama tíma. Og síðan með bættu samgöngum þá hefur þetta góð áhrif á þessa atvinnustarfsemi og atvinnulífið annar staðar. Og það er náttúrulega heilmikið þjónustu og atvinnu fyrirtæki hér á Akureyri sérstaklega og eins annars staðar á Norðurlandi sækja og þjónusta allt Norðurland. Alveg óháð hvað við erum að gera á sveitarstjórnarstiginu. Þannig að en ég held að við gætum liðkað fyrir. Og það er kannski aðeins að koma inn á hérna flugvöllinn af því að hann hefur verið nú til umræðu varðandi ferðaþjónustuna og við lendum alltaf í þessari umræðu að hann sé ekki nógu góður, að þurfa að fara að huga einhverju nýjum flugvelli. En við erum með þennan flugvöll tilbúin í dag og við erum að reyna að fá sátt hann eins og hann til þess að reyna að sveitarfélögin í kring nýti sér þetta upplæga tækifæri sem er verið að skapa í dag með aðkomu ríkisvaldsins. Og ef að vel tekst til og við sjáum fram að aukningin sé mikil í framtíðinni að þurfa að huga einhverju nýjum flugvallarstæðum, þá gerist það bara. Það er alveg óþarfi að vera að flytja flugvallinn áður en við fáum eitthvað líf í millilandaflug. Þannig ég held að þetta væri bara til bóta og við eigum náttúrulega líka ýmsa hagsmuni með sveitarfélaginu í kring. Við erum eins og kom fram hjá bæjarfulltrúa Gunnari að við erum landlítið sveitarfélag, við erum ég held næst minnsta sveitarfélagi við Eyjafjörð og þessi fjölmennasta. Og við erum með ýmsa þjónustu og afþreyingu sem við erum að reyna að koma fyrir innan okkar bæjarmarka.
sem hefði kannski verið heppilegra í einhverju tilfellum að koma fyrir hér í nágranna sveitarfélögunum í samstarfi. Takk fyrir. Sigurður Jónsson bæjarfulltrúi málsins, fyrst kemur til máls Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi. Forseti ágæta bæjarfulltrúar, ég þakka fínar umræður og þannig að ég er búin að koma inn á flest mál hérna nema skólamál. Það eina sem þetta ræða er bara sameining sveitarfélaga í þessu samhengi. Og ef við værum öll sameinuð í Skagafirði og Eyjafirði þá væri þetta ekki vandamál. En að því að við erum ekki sameinuð þá er ég að impra á þessu vegna þess að þetta snýst í mínum huga eins og ég var að reyna að leggja þetta upp dálítið skipulagsmál. Það er alveg rétt að við erum að gera mjög vel og það var ekki mín ætlan að gera lítið úr því sem gert er því að við hefum verið að gera gríðarlega margt og mikið gott í ferðaþjónustu málum hér á svæðinu. Samvinna sveitarfélaga hefur vaxið. Markaðsstofan hefur staðið sig gríðarlega vel í sínu hlutverki, AFE og atvinnuþróunarfélögin líka að mörgu leyti, eða bara öllu leyti, þannig að það er ekkert út af það að setja. Ég get hins vegar alveg tekið undir orð bæjarfulltrúa Loga Más og annarra þeirra sem hér hafa talað það að það væri kannski akkur í því að sameina stofnanir eða auka samstarf og þar fram til götum og ég held að það sé bara hinu góða. Að hugsa það til enda og það er bara svo margt sem við höfum eftir að gera. Bæjarfulltrúi Logi kom hérna inn á massatúrisma. Við höfum til dæmis náð alveg gríðarlega góðum árangri í því að fjölga skemmtiferðaskipum hérna á svæði og fjölgunin er alveg með hreint með ólíkindum og bara núna á þessu ári þá má ætla að hafi komið 73.000 farþegar með þessum skipum og 30.000 áhafnameðlimir eða 100.000 gestir sem er ekkert lítið eftir því sem fram kemur í gögnum frá hafnarstjóra. Þetta er áætlaðar tekjur eða áætlaður arður af þessu eða velta, heildarvelta síðan 1,9 milljarðar svæði, en tekjurnar af þessu í kringum milljarð sem er eitthvað nálagt 10-11.000 á ferðana ef við pælum bara í því þannig. Það er þess vegna gríðarlega mikilvægt að við kannski mótum okkur skýrari sýn í því hvers konar túrisma við viljum á þessu svæði því að við erum allavega ekki á stöðu að Suðurlandi og Suðvesturhorni er í dag og við gætum haft aldrei áhrif á þetta og ég held að þetta skipti líka máli upp á það að fjölga ferðamönnum hingað með beinu flugi til Akureyrar. Að við bjóðum eitthvað sérstakt og þetta eitthvað sérstakt er til dæmis þessi vetrarferðamennska sem er að sýna sig að er í raun gulls í gildi og við höfum hérna svæði sem að er hugsanlega bara einstakt á landinu og þó víða væri leitað og það er kannski líka full ástæða til að hugsa það til enda hvernig getum við nýtt þetta svæði. Og innleggi mitt lá kannski aðeins í kringum það að ef að við ætlum að gera eitthvað út af þetta, þá kannski sé ástæða til þess að við setjumst niður og skipuleggjum þetta svæði þannig að við séum á undan, eins og fram hefur komið hérna, á undan ferðaþjónustu aðilum sem eins og Sigurjón benti til á áðan finna alltaf sína leiðir. En þó þeir finni leiðirnar þá komast þeir ekki alltaf leiðina af því að það eru ákveðnar hindranir í veginum sem við þurfum að leysa úr. Og þó að það standi til að hálfu verkefnisins vegvísir í ferðaþjónustu að fara í svona vinnu og þessi vinna er vissulega að byrja og það er bara gott að vita það á vegum Eyþings og ég held að það sé bara eins og bæjarfulltrúi Logi benti á alveg tilvalið að leita vestur yfir eftir samstarfi og ég bind bara vonir við að okkur takist að landa þessu máli og skapa okkur hérna skýra sýn sem við getum síðan unnið stolt eftir.
Það líka eitt sem ég langar til að nefna í þessu, að þó við séum að vinna mikið saman, þá hefur allir komið fram þegar maður er að hlusta á ákveðna ferðþjónustuaðila hérna sem að tala mikið það til dæmis að þeir eru að fara í ferðir með túrista svæðið, að það er gengið illa að fjölga til dæmis stoppustöðum meðfram þjóðveginum. Það er kannski vantað á þrýsting þar. Og mér finnst ég að heyra þetta alltaf oft ég velti á fyrir býtu, okkur erum við ekki búin að gera eitthvað í þessu. Eins og kom til dæmis fram varðandi það að geta stoppað hér upp á Vaðlaheiði annar staðar heldur en á stoppustöðum vöruflutningabíla sem þurfa að setja keðjur undir sem dæmið eitthvað slíkt. Og það má vegamálastjóri reyndar kom inn á það og þingi og fundi núna hérna daginn ferðarþjónustuna að það yrði farið í að gera þetta. Maður veldur líka fyrir sig með Dettifoss veginn sem dæmi sem er gríðalegt, hefur mikið aðdráttarafl. Það er mjög skrítið að það skuli ekki vera hægt að fá mokstur á það svæði og klára í raun og veru hringtengingu þar á ársveg að það skuli bara hreinlega ekki verið búið nú þegar. Í ljósi þess að það er búið að ræða þetta mjög lengi. Og þá veldi maður fyrir sér vantar þennan sameiginlega þrýsting frá sveitarfélögunum hérna á svæðinu, okkur stjórnmálamönnum, bara svona á vangavelta. Við til dæmis, bara í þessu samhengi, þá samþykktum við á aðalfundi Eyþings daginn fjölda tillagna og ályktana. Ég hef ekki séð eina einustöður að rata í fjölmiðla og maður veltir fyrir sér af hverju gerist það ekki? Er það vegna þess að við erum þá ekki að taka þessi máli upp hér á vettvangi sveitarstjórnanna og fylgja þeim eftir? Gæti það verið leið? Þetta er bara svona vangaveltur það hvernig við komum þessum málum fram og styðjum við okkar fólk sem er að berjast hérna úti við það að koma málum í þannig farveg að þeir geti sinnt atvinnustarfseminni sín og byggt upp þjónustu og tekjur í sátt við náttúruna á grundvelli sjálfbærninnar sem hlýtur alltaf að vera það sem skiptir öllu máli í þessu. En ég ætla að láta þetta gott heita, takk. Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi að loka í máli sínu, tekur til máls Sóley Björk Stefánsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú ekkert að bæta neitt mikið við þetta. Ég tek þetta heils hugar undir það að er mikilvægt að við vinnum saman í þessum málaflokki sem öðrum. Kannski einmitt ekki minna mikilvægt akkurat þegar kemur að ferðamálum. Af því að ferðafólki flæðir náttúrulega á milli sveitarfélaga eins og ekkert sé. Mér langaði aðeins að andmæla bæjarfulltrúa Ingibjörgu og Ólöfu að fyrst eigum við ákveða hvernig við viljum hafa þetta áður en við förum að leita samstarfs. Ég er fullkomlega ósammála því. Ég held að við ættum einmitt að vera í samstarfi hvernig við viljum hafa þetta hérna á svæðinu og komast að samkomulagi það. Ég held að kann ekki góður að lukka stíðar að allir ákveði sínu horni hvernig þeir ætla að hafa hlutina og ætli síðan að fara að vinna saman. En ég tek líka heils hugar undir með bæjarfulltrúa Loga að ég held að við gætum nýtt fjármagnu okkar kannski betur og ég held að við gætum alveg endurskoða það eins þessi apparöt sem er að vinna þessum málum fyrir okkur og með kannski þó við séum að í góðu samstarfi í gegnum Eyþing að þá tek ég alveg undir það að það geti verið að leita svona vestur á bóginn og hugsa Norðurlandi sem heildina en annars bara þakka þið fyrir góðar umræður. Sóley Björk Stefánsdóttir bæjarfulltrúi að loka í máli sínu, næst tekur til máls Einar Einarsson bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætlaði nú svo sem ekki að bæta neinu við þessu umræðu en ég var svo inspíreraður þegar að bæjarfulltrúi Gunnar fór að tala um sameiningu sveitarfélaga að ég gat ekki hamið mig. Ég er ekkert endilega viss að við séum að horfa á sameiningu á næstu dögum. Við erum hins vegar að horfa upp á miklu meiri samvinnu. Það er annar andi heldur en hefur verið, held ég bara víða, mörgum sveitarfélögum, gagnvart slíkum verkefnum og við höfum klárlega að nota þetta mál
og fleiri til þess að byggja brýr og auðvelda okkur leiðina að stærri sameiningum. Og þá langar mér nú bara að vekja athygli á að í sveitarstjórnarlögum þá eru heimildir fyrir miklu nánara samstarfi heldur en við áður höfum leyft okkur. Við gætum til dæmis hafið viðræður við Eyjafjarðarsveit sameiginlegan sveitarstjóra, sameiginlegan fjármálastjóra og samnýtt yfirstjórn með einhverjum hætti, vegna þess að það getur vel verið að mönnum finnist svona of stór bit að kyngja að hoppa í eina hjónasæng strax. Það er eitthvað yndislegt við það að sjá fyrir sér sem sagt bæ sem að vill verða borg og sveit sem að vill verða sveit í nábýli án þess að hvorugur aðilinn tapi nokkuð af sínum sérkennum og lífsgæðum. En ég ætla samt að bæta örlítið við. Ég held nefnilega, þetta er búið að vera mjög góð umræða og ég þakka aftur fyrir hana, en að því að Gunnar talaði að það vantaði stoppistöðvar, þá held ég að hann hafi meint það í óeiginlegri merkingu, þar að segja það vantar einhvern vettvang til þess að stoppa og tylla sér niður og skoða hlutina. Og við erum auðvitað með fullt af, við erum með óteljandi slíka staði. Í heimi einsleitni þá er þið sérstæða ofboðslega dýrmætt og við sjáum að fleiri og fleiri staðir byggja í rauninni á þessari einsleitni. Maður getur vaknað upp á hótelherbyggi í útlöndum og litið í kringum sig og hafa ekki hugmynd hvar maður er. Maður lappar niður eftir sama gólfteppinu og er allstaðar, maður fer í morgunmat og borðar egg og bacon og það er pálmatré í lobbyinu og kallar í svona rústrauðum einkennisbúningum sem opna hurðina fyrir mann, maður lappar út og það er Starbucks, það er McDonald's, yfir í verslunarmiðstöð og það taka fleiri pálmatré við, þetta er allt eins. Þú getur verið í Glerártorgi, í Fíladelfíu, Boston, Oslo, Japan, hvar sem er. Við eigum að gera út á hið sérstæða. Þannig er það að strætó til dæmis, heimil er það, þó að það sé allt og illa auglýst, að þú pikkar í öxlun á bílstjórnum og segir, ég vil fara út hérna. Við erum að auglýsa þetta. Hvað er yndislegra heldur en að láta hleypa sér út og sitjast niður og horfa á grjót, hraun, gras, regn, myrkur. Ég held að í auknum mæli þá munu ferðamenn borga hellinga peningum til þess að upplifa slíka hluti. Fólk sem að aldrei á ævi sinni hefur nokkuð tíman snúið sér í hring án þess að sjá tugir annara manna. Hljóta að upplifa það sem alveg stórkostlegan hlut að geta snúið sér í 15 hringi án þess að sjá nokkuð og verið einn dag án þess að sjá nokkuð. Og við eigum að byggja á þessu, við eigum ekki að elta í rauninni þessa alþjóðavæðingu sem að byggir á því að þú sett alveg öruggur að kaffisópin sem þú kaupir sér nákvæmlega eins og þú býst við hann sér. Guðni Már Einarsson, bæjarfulltrúi lokið máli sínu, orðið er laust. Guðni Baldvin Guðmundsson, bæjarfulltrúi liðin orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, það má ekki vera lengi umræðina. Ég bara vilja þakka fyrir góðar umræðu. Ég kannski aðeins að taka undir það sem að Gunnar er að segja, hann er kannski að horfa meira til skipulagsmála og þannig en það hjá okkur núna upp á síðkasti hefur formaður skipulagsnefndar meðal annars komið á samstarfi hérna við Botn Eyjafjarðar við skipulagsnefndir á þessu svæði og það er kannski eitthvað þar á þeim vettvangi sem við ættum kannski að skoða málin að við ættum að útvíkka okkur aðeins bara með því að til að mynda skipulagsnefndir og skipulagsstjórar á þessum svæðum svona komið saman með reglulegu millibili bara til þess að geta svona séð hvert menn er að stefna í hverju sveitarfélagi og hugsanlega komist að einhvern svona sameiginlegri sín. En ég get nú ekki látið hjá nefna hérna í lokinu bara svona léttuari nótum að bæjarfulltrúi Logi kemst stundum á flug í sínum ræðum og hann hefur greiðlega verið á öðrum hótelum heldur en ég þar sem að dyrarvörður eru klæddir í rústruða einkennisbúninga. Það er svona kannski fallegri og betri hótel heldur en ég þekki á mínum ferðalögum en það var náttúrulega bara, ég fannst ástæða til að nefna þetta svona. Takk fyrir. Guðni Baldvin Guðmundsson, bæjarfulltrúi lokið máli sínu, orðið er laust. Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi liðin orðið.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég langar bara til að ljúka þessu með að þakka fyrir umræðurnar og ég vonast til þess, og það kannski þess vegna sem ég kem upp núna, og vil bara brýna formann Eyþings, bæjarfulltrúa Lóa Má, að koma þessu starfi síns af stað sem allra fyrst, því að ég held þetta skipta okkur mjög miklu máli. Takk. Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi lokið máli sinni, orðið laust. Enginn hefur sagt sig ljóst á göngu til næsta dagskrárliðar.